Mín sýn á þetta embætti sú að mér finnst mikilvægt að forseti standi styrkum fótum í íslenskri sögu og íslenskri menningu og það þetta sá grunnur sem ég hef og það rætur sem ég hef því ég hef vissulega gert fleiri en að vera eingöngu bara í stjórnmálum. Mér finnst þetta vera eitthvað sem við tölum ekki nægilega mikið í samfélaginu okkar því á hverju byggjum við þessa þjóðarheild sem við erum að tala Jú, hún byggist auðvitað einhverju leyti á sögunni, rótunum, tungumálinu en á sama tíma samfélagið orðið miklu fjölbreyttara og ríkara vegna þess að hingað hefur komið fólk hvaðan af úr heiminum og þá finnst mér það vera alveg sérstök áskorun hvernig tökum við utan það að halda utan okkar menningu, samfélagsmenningu með því að í raun og veru öll sem hér búa taki þátt. Hvort sem það á sviði íþrótta, menningar eða annarra samfélagsstarfa. Þarna getur forsetinn haft mikil áhrif. Ég sé fyrir mér að forseti geti haft áhrif í þá átt að vekja máls á og standa vörð þau gildi sem mér finnst vera mikilvægust fyrir íslenskt samfélag. Það eru vissulega jafnréttismálin en ég vil nefna lýðræði og mannréttindi því við erum að sjá þá þróun í heiminum vegna þess að við erum á viðsjárverðum tímum í heiminum að það grafið undan lýðræðinu við heim. Við erum að sjá stór ríki sem eru ekki lýðræðissamfélög gera sig meira gildandi á alþjóðasviðinu. Við erum að sjá grafið undan mannréttindum. Ég ekki að segja að Íslendingar séu fullkomnir á þessu sviði, við erum það auðvitað ekkert. En við höfum samt góða sögu að segja og við eigum að tala mjög skýrri rödd þessi mál bæði hér heima og að heiman. Ég vil líka segja það í tengslum við lýðræði og það kannski rímar að einhverju leyti við þá umræðu sem ég finnst aðeins hafa verið upp í svona í aðdraganda þessara forsetakosninga að vegna tækni þróunar meðal annars, vegna þess að umræðan fer fram öðruvísi en við höfum kannski þekkjum úr svona frá fyrri tíð að við erum auðvitað einhverju leyti að sjá meiri skautun vegna þess að hver og einn býr í sínu horni á netinu og það skiptir mjög miklu máli að forseti leggi sig fram að tala til allra hópa. Ég get ekki undir með Höllu þegar hún nefnir fólki í dreifðu byggðum sem upplifir að aðstæðumunurinn sé í raun og veru ekki tekin til umræðu í samfélaginu og við getum rætt ólíkar kynslóðir. Ég meina sá tímir þetta löngu liðin sem ég ólst upp á það sem maður horfði bara á kvöldfréttir ríkissjónvarpsins og svo var sjónvarpslaus 50 dagur og þá var talað Dallas-kvöldið áður. Þetta samfélag sem horfið. Nú hver og einn með sinn miðil í sínu tæki og við verðum að velta því fyrir okkur hvernig við náum til þessara ólíku hópa og það finnst mér vera dálítið verðugt verkefni því þetta auðvitað bæði undirstaða þess að við höldum í ræturnar en líka að lýðræði virki sem skyldi, að við séum með þátttöku allra í samfélaginu. Og þegar ég tala lýðræði þá ég ekki bara að tala kosningaþátttöku á 4 ára fresti, ég að tala þessa virku samfélagsþátttöku sem hefur verið mikið svona aðalsmerki á okkar samfélagi og skiptir máli að við horfum í hvernig við blásum endurnýjum krafti á okkar tímum.